Eða það? Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting, I praise when I'm numbered, I praise when surrounded, 'cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Välkomna sångkommunikaren i kyrkan här idag. Även om vår Gud till idag, vi har kunnat ge honom tack och halleluja. Och frihet Gud som är i rökum skriker, nu varveta kjörtikar og hugsanir ykkar í Kristi Jesu. Filippibreið 4:7. Þetta er rosalega gott vers af því að í friði Guðs, þegar við förum úr okkar og inn í hans frið, þá gerast hlutirnir. Við verðum að fara úr okkar eigin skilning og við verðum að fara úr okkar eigin gjörðum og fara inn í hann sem hefur allt vald á himni og jörðu. Þá gerast hlutirnir. Má ég heyra amen? En við ætlum að lofa Guð saman og við ætlum að lyfta honum upp í dag. Halleluja. I praise when I praise 'cause I know you're still in control. Praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Sing it someone. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul.
Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Halleluja. Það er gott að hreyfa sig aðeins á sunnudögum. Halleluja.
lyftum nafninu. Við þökkum þér fyrir trúfestuðina, Drottinn. Ég þakka þér fyrir hver þú ert, Drottinn Jesús. Halleluja. Gefum henni smá tíma, halleluja. Thousand generation falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing a song forever to Him. If you walked in freedom, if you bear His name, sing a song forever to Him. Sing a song forever and amen, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing,
Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory,
What a powerful name it is. Það eitthvað við þetta, nefna nafni Jesú. En hann kallaði okkur til þess að vera lærisveinar sínir. Og við höfum að gera allar þjóðir að lærisveinum. Hann hefur kallað okkur, hann segir, við erum sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur þegar fyrirbúið. Og við komumst ekkert hjá því að þegar við komum saman og við lesum í Biblíunni, þá verðum við að gera eins og Biblían segir, að hún talar að við að sá og við að gefa. Vitið það, ég get rökstutt það að gefa með svona sennilega 5 sinnum fleiri biblíuvessum heldur það að við séum með lifandi lofgjörð. Já, mér líka lofgjörðin. Mér líka Biblían. Var ég að stíga ykkur að tæri núna? Þið eru ekki rekna, sko? Nei, ok. En við reynum að kenna aðeins svona smá brot úr Biblíunni að þegar við komum saman og Guð segir okkur, segir í orðinu Mattheus 25 að við að vitja þeir sem eru í fangelsi, að huga þeir sem eru hungraðir, ekkjur og allt því líkt. Og við erum að gera þetta sem samfélag, við erum að styrkja starfi eins og Filippsheim og það hefur verið að vaxa. Að þessi eina kirkja sem við vorum að eiginlega tókum í fóstur, nú hún orðin 3 kirkjur. Guð að gera eitthvað. Og stundum þeir sem ekki ferðast erlendis og hafa ekki litið fátæktina augum, að það breytist eitthvað í hjartaðinu þegar þú ferð á staði það sem alvöru fátækt og reyndu svo að koma heim og kvarta osturinn aðeins og gamall í ísskápnum. En það var eitt vers hérna sem lét mig ekki í friði og ég var að segja bara hvernig á ég að tala fórn út frá þessu. En heilagur hann svo sniðugur. Hann svo sniðugur. Ef við opnum aðeins í ritningunum við 1. Samúelsbók 15:22 og ef ég lýsi aðeins fyrir ykkur að mér finnst allt í einu mikilvægt að ég útskýri þetta fyrir ykkur því að ég trúi því bara að Guð leggi mér eitthvað á hjarta og ég deili því með ykkur að því að þetta hefur áhrif á mig. Þannig Sál konungur, hann beðinn að fara í ákveðið verkefni og hann á að gera ákveðna hluti, hann á að eyða öllum Amalekítum. Þetta svipað eins og að eyða öllum lélugum hugmyndum. Að reyna að telja þið trúum að það eru til fleiri en 2 kyn. Það bara sorry. En við getum leyst önnur vandamál sem fylgja því á annan hátt. Við séum að leiðum að segja eitthvað svona, þá bara stuðast andrúmsloftið. Það fyrir bara, þú eru bara að eiga við líffræðinu það. En hann sem sagt, honum sagt að eyða öllu, bara fólkinu og öllu, fénu og öllu. Síðan kemur Samúel spámaður til hans og segir, jæja, hvernig gekk? Við gerðum allt eins og Guð sagði, svo heyrist í fjarska. Meh. Og Samúel segir, hvaða hljóð þetta? Eyddum ekki öllu? Já, nei, sko, við ætlum að geyma það besta fyrir Guð, sko. Og þegar við lesum þetta vers, þá segir, hefur drottinn þá eins mikla velþóknun á brennifórnum og slátufórnum eins og á hlýðni við boð sín? Nei, hlýðni betri en fórn og gaumgæfni betri en feiti hrútana. Og þarna hittir Samúel akkurat í mark, því að Sál, hann var komið með fullt hús af fjár, sem sagt, lömbum og kindum, og fórnadýrum, og hann ætlaði að gera Guð ánægðan með sko magninu. En Guð, hann sá beint í hjartað og sagði, ég ekki bara nei takk, ég ekki í business sem fjallar magn. Ég í business sem fjallar trú og trúfesti. Þetta svoleiðis eins og að ef ég myndi segja, ég mætti ekki alveg beint í hlýðni en ég lagði þó í körfuna. Og Guð segir, já en ég ekki að safna peningum, ég að safna hjörtum. Hlýðni betri en fórn. Af hverju? Því hlýðni sýnir traust. Hlýðni segir, ég trúi því að þú viti betur drottinn. En fórn án hlýðni segir,
Ég ætla bara að gera þetta í mínu lagi og vona að þú blessir þetta svona eftir á einhvern veginn. Sál ætlaði að fórna því sem að hann hélt að Guð vildi, en Guð sagði, ég vildi að þú hefðir bara hlustað. Það er svona, þetta er svona svipað eins og að barnið kemur með risastóran blómvönd heim en þú varst bara að biðja barnið að taka til í herbygginu og þú segir, takk fyrir blómið, en herbyggið geta ennþá rúst. Er það ná þessu? Þetta talaði til mín allavega. Já, ok, Guð, ég er að ná þessu. Sko, Guð elskar glaðan gjafara. Orðið segir það. En hann fyrst og fremst, hann vill hlýðni þegar hann talar. Þegar hjarta okkar er samstillt hans vilja, þá verður gjöfin ekki einhver skylduverk, hún verður lofgjörð. Svolítið mikill munur á. Sko, þú getur gefið peninga án kærleika, en það er ekki hægt að elska án þess að gefa. Það er hægt að gefa peninga án kærleika, en þú getur ekki elskað án þess að gefa. Og þegar við gefum úr þeirri ást, þá er það ekki bara upphæð eða yfirlýsing. Þetta er ekki bara upphæð, þetta er yfirlýsing. Ég trúi að þú, drottinn, sért eigandinn, ég er ráðsmaðurinn. Og Samúel segir þetta líka, þrjóska er eins og galdrasynd og þvermóðska eins og hjáguðadýrkun. Þetta er sterkt orðalag, en Guð segir í raun, þegar þú heldur í þína eigin leið í stað hlýðni, þá ertu í raun að dýrka sjálfan þig. Og það er eitthvað súkkulaðibúningur sem enginn vill smakka af. Þetta fjallar bara mig. Hlýðni krefst traust. Það er ekki alltaf þægilegt að gefa, sérstaklega þegar buddan hvíslar, ekki núna. En trúin hvíslar á móti, gerð þetta samt, því drottinn mun sjá fyrir þér. Og þar í þeirri ákvörðun kviknar trúar eldurinn. Þannig að í dag þegar körfurnar ganga og þá skulum við ekki vera að hugsa hvað á ég að fórna, hugsaðu hvernig get ég sýnt hlýðni. Því hlýðni er betri en fórn og trúfesti er betri en feitir hrútana. Þegar við gefum í hlýðni, þá tekur Guð fórnina og kallar það vináttu. Amen. Drottinn, við leggjum þetta allt fram fyrir þig. Við erum ekki að reyna að kaupa blessun vegna þess að við hlýðum þér. Við bara treystum þér. Ég bið að taka gjafir eitthvað drottinn og kveikja með þeim elda trúar, elda hlýðni og elda gleði. Ég bið fyrir einum og sérhverjum sem að þú ert að eiga við hjörtu hér í dag. Ég bið að blessa þessa viku framöndan. Mættu vera tækifæri til þess að sýna hlýðni við þitt orð. Mættu opnast tækifæri til þess að hjálpa ekkjum eða eklum eða þeir sem eru bágstættir, drottinn. Drottinn, mættu við vera hendur þínar og fætur hér á þessu landi. Í Jesú nafni, amen. Jesú og fætur. Takkið alla hluti, því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Það segir ekki þakkir suma hluti, eða þakkaði Guði þegar líður þannig. Það segir þakkið alla hluti. Því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesús. Þegar við komumst að þessu að þakka Guði fyrir allt, þá erum við í Kristi Jesú. Hann elskar þakklæti. Halleluja. Ekkert ljós, engin von, þá í kærleika
Við ætlum að syngja þakklætið. Að lifa hundur. Þarna þetta að koma. Nei. Þetta eitthvað mjög spes. En það þakklætið sem við eigum að gefa á hvern einasta degi. Og þegar við vöknum, ég byrja alltaf á því að segja við Jesú, takk fyrir að leyfa mér að vakna. Það fyrsta sem ég geri þegar ég vakna er að þakka Jesú. Við erum ennþá alveg Halli. Við erum ennþá í. Við ætlum alltaf að spila saman lagi bara. Heyrðu, ég ætla að færa tækni maður í smástund hérna. Flott lag. Þetta er geggjalag. Já. Já, ég skil hvað er að. En þetta lag sem Árni ætlar að syngja er stórkostlegt. Það er bara ofboðslega mikið þannig. Takk, Jesús. Það er bara svoleiðis. Alli, þetta er eitthvað sem ég ræði ekki við. Og þau eru bara stökkuð hérna.
En allavega það að vera þakklátt, krakkar. Þegar ég breytti lífi mínu þannig og fór að, ég var einu sinni rosa neikvæð. Ég elska þetta fólk sem með mér hérna. Þeir muna ekki eftir því. Það var rosalega langt síðan. Nei. En ég var rosalega neikvæð og ég var rosalega líf mitt enda líka búin að gangi í gegnum tímana tvenna. Og kannski fannst mér ég hafa rétt á því. Sem að ekki málið. Við höfum aldrei rétt á því að verða bitur og reið. Við höfum aldrei rétt á því að lifa í af því að reiðin kemur og hún eitrar okkur öll. Og hvað gerist þegar reiðin tekur yfir? Það smitar út í líf okkar. Og þegar ég sagði við bara einn daginn, þá sagði við bara, ok, nú þarf ég bara að breyta þessu. Já, við erum alltaf að koma með lagið, en við ætlum að breyta þessu, sagði við. Og hann kom og sagði, ok, nú farðu bara í test. Og ég fekk test eftir test og ég fjall oft. Ég var oft alveg mjög pirruð, Sibba, ekki segja amen. En svo kom að því að Guð sagði, teldu upp hlutina sem ég blessaði mér. Þú ert á lífi hérna, ég reisti hérna við frá dauðum, ég var þar, Guð reisti mig við, þú varst næstu farin hérna líka, ég reisti þig við hérna, ég gaf þig börn sem ég búin að lenda í kraftaverkum, ég búin að laga þau, byrjaði að telja upp það sem ég hef gefið þér, það sem ég blessaði mig. Og hvað gerðist þegar ég fór að fókusera á þetta? Það vex sem við vökvum. Það vex sem að við vökvum. Þegar við vökvum eitthvað, það vex það. Ef þú ert að vökva arfan í þínu lífi, hvað vex? Meiri arfi. Hvað þarftu að gera? Tæta meiri arfa. Af hverju ferð ekki hérna megin og ferð að vökva rósirnar sem Guð hefur gefið í lífiðinu? Nei, og við erum að tala um að þetta var rosalegt fyrir mig. Og í dag, ég á alveg slæma daga og þeir eru bara þokkalega góðir. Ég kannski tala ekki við fólk, en ég tala þó við Guð. En þetta skiptir svo miklu máli, krakkar. Við gefum hvort öðru líf, munum að tala líf. Dauði og líf á tungunnar valdi, stendur í orði Guðs. Af hverju? Af því það sem þú segir, það smitar, það setur ofan í jarðveginn. Hvað vex? Það fer eftir því hvað þú segir. Mun koma blóm eða mun koma illgresi? Hvor manneskjan viltu vera? Ertu að tala yfir einhverjum öðrum eða ertu að tala yfir sjálfið þér? Sorry, ég ætlaði nú ekki að predika Callum. I know you're preaching. En við ætlum að syngja þakklæti. Oh, my world for sure. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song I'd sing and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's got miles, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah.
got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've got nothing left before you, except for the heart singing Dýr sé þér Jesús. Og allur líðurinn sagði, magnaðir krakkar hérna. Hvernig væri að gefa þessum snillingum gott klapp? Halleluja. Það naumast að við erum dekur hérna í kirkjunni. Og þetta svo rétt sem að Jóhanna systir var að segja. Vitið það, þakklæti leysir blessun Guðs í líf okkar. Þakklæti í rauninni grunnur hamingjunar. Ef þú getur ekki sér hluti sem að þú ert þakkláttur fyrir, þá getur ekki verið hamingjusamur. Þannig að þú þarft að velja í dag. Og vinir, valið mjög einfalt. Ég var að tala það síðustu helgi. Ég var að tala það þegar Ísraelsmenn voru í erfiðum kringumstæðum, búin að vera í erfiðum kafla, í erfiðri bók. Ég var að tala Jeremía 29:11 og þetta vers sem ég hef haldið í þegar erfiðleikar hafa steðjað að og ég hef upplifað eins og Jóhanna marga erfiðleika. En ég get alveg sagt ykkur í dag, vinir, Drottinn hefur frelsað mig úr þeim öllum. Halleluja. Hann trúfastur og það sem hann gerir fyrir mig, það gerir hann líka fyrir þig. En það sem hann segir við það, hann segir hérna í Jeremía, ég vonaríka framtíð fyrir ykkur. Fyrirætlun til heilla en ekki til óhamingju. Veit ykkur vonaríka framtíð. Og við oft stoppum bara þar. En kaflinn og versin halda áfram. Og Guð segir við þjóð sína sem hafði farið út af brautinni. Og hversu oft höfum við ekki farið út af brautinni? Hversu oft hef ég ekki farið út af brautinni? Og vinni leiðin aftur tilbaka. Leiðin aftur á rétta leið. Á mjóa veginn sem að fái rata. Svo skrítið hvernig það Vegurinn til lífs mjór vegur. En leiðin aftur heim að leita Drottins. Að leita hann. Og hann sagði við þá, ef að þið leiti mín og þið leiti mín að öllu hjarta, þá munið þið finna mig. Og ég mun veit ykkur það sem hjarta ykkar þráir. Vitið það, upp að visku að leita Drottins. Þannig mér langar til að lýsa yfir sigri hér í dag. Vinir, Drottinn hefur sigurinn. Jesús sigurvegarinn. Hann búinn að kaupa sigurinn á Golgata krossi fyrir mig og þig. Það þýðir ekki að við þurfum að vinna fyrir honum, við þurfum að meðtaka þennan sigur frá Drottni.
Og það yndislegt að meðtaka sigurinn frá Drottni. En við ætlum að fara inn í orðið, Kalum ætlar að predika, Hilmar ætlar að túlka, en ég ætla að fá Gunnar minn, drenginn minn, til að koma og segja nokkur orð, eins og hann orðinn vanur. Ég ætla að halda aðeins áfram með sem við fórum í síðasta sunnudag með fyrra Korinthubréf 2:2 þar sem Páll sagði ég predika Krist aðeins krossfestan. Ég ætla aðeins að halda áfram með það. Ég ætla að fara reyndar að skoða eina skuggamynd sem þið fyrir mig Nýja testamentinu. Það Hebreabréf 10:11-12. Sérhver prestur hver dag bundinn við helgiþjónustu sína og ber fram margsinnis sína sömu fórnir. Það geta þó aldrei afmáð syndir. Sem sagt, það hefur verið að sýna okkur þarna hvernig prestarnir undir Gamla testamentinu lifðu. Sem sagt, þetta var þannig, presturinn átti að færa fórnir alltaf einu svona ári og ekki bara til þess að fyrirgefa syndir, þetta var til þess að hylja yfir syndir í 1 ár. Svo þurfti að gera þetta aftur og aftur og aftur þangað til að Jesú Kristur kom. Og þið getið lesið þessar fórnir í annarri Mósebók eða í Tóra og þar kemur fram þið lesið lögmálið og fyrir hvert lögmálsbrot sem var frammi að þá kom undirregla hvað fórnir átti að velja og það var lömb, það voru alls konar dýr sem þurfti að slátra en aldrei náði að fyrirgefa syndir þess að þurfti að koma inn lifandi fórn sem var Jesú Kristur. Hoppum í 12. vers. En Jesú bar fram eina fórn fyrir syndir og settist aldur hægri hönd Guðs. Jesús, hann hefur hreinsaði í 1 skipti fyrir öll. Hann tók syndir sínar í 1 skipti fyrir öll. Það þarf ekki aðra fórn. Hann kom og fórnaði sjálfum sér. Þetta var leiðin til þess að Guð myndi nálgast þig. Og þegar ég var að koma gera þessa litlu hugleiðingu á hann, þá poppaði til mín Jóhannesar Guðspjall 1:29. Þetta Jóhannes skýrari sem þið lesum í Guðspjallunum. Þetta frændi Jesú. Og hann bendir á hann að tala við farisengana og bendir á Jesú og segir, sjá, þarna Guðs lamb. Þarna Guðs lamb sem ber synd heimsins. Og stendur, synd heimsins. Þetta ein synd. Hann ekki að fara ykkur manngreinald, heldur tók hann þessa einu synd sem hélt fólkinu í böndum. Hann tók þessa bara einu synd á sig á krossinum. Þið þekkju öll versi í Mattheus 27 sem hann segir við fólki á krossinum. Nei, hann segir bara upp átt, Faðir, hver hefur yfirgefið mig? Þá var hann búinn að taka á sig þessar syndir á sig á krossinum. Og þetta ein fullkomna fórn. Það þurfti einhvern réttlátan mann til að taka þetta á sig fyrir okkur. En það við getum þetta ekki sjálf. Heldur kom hann og tók þetta á sig. Hann Guð í holdi. Hann fullkomni. Jesús, ég þakka þér að þú tókst á þig þessar syndir sem við áttum skilja að taka. Verk þitt fullkomnað eins og segir í Jóhannes 19:30. Ég þakka þér, Jesús, að við þurfum ekkert að gera til þess að komast til þín, heldur gerð þú allt saman til þess að komast til okkar. Ég þakka þér, Jesús, fyrir þá náð og miskunn að kallast þín börn, Drottinn minn. Allir sem tóku við þér gafst þú rétt að vera Guðs börn. Ég bið, Jesús, að við lifum trúarlífinu frelsandi í sigri til sigurs. Þið dýrðar, við fyrirverðum okkur ekki fyrir fagnaðardi því að það kraftur Guðs til hjálparis hverju þeir sem trúir. Gengur fyrst og aðri síðan. Og ég bið Drottinn minn þegar Kalum talar meiru smyrja vari hans á tungu. Ég bið fyrir Hilmari þegar hann túlkar að meiru smyrja hans vari líkar á tungu. Og ég bið Drottinn minn á allir okkar göngu að gefa þér dýrðina. Í Jesú nafni, amen. Good afternoon. Góðan daginn, segir hann. Góðan daginn. Þetta reddast. Þetta reddast. Takk fyrir þér. Amen. Let's pray. Við skulum biðja. Thank you, God, Þakka þér, Drottinn, that you are here right now. að þú hér og nú. We can feel your tangible presence with us. Við upplifum nærveru þína. I pray for myself and Hilmar. Ég bið fyrir sjálfum mér og Hilmari.
that you speak through us. Að þú mætti tala í gegnum okkur. You express yourself through us. Að þú tjáir þig í gegnum okkur. And you say what you want to be said. Og þú segir það sem þarf að segja. It's only what you want said. Og aðeins það sem þú vilt að sagt sé. Touch our lips with your call. Touch our lips with your call. Já, snertu varir okkar með köllun þinni. And be blessed and glorified in this place. Og megi vera blessun þín ríkjandi hér á þessum stað. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. All right. So, God is always good. Guð alltaf góður. All the time. Alltaf góður. All the time. Alltaf góður. Seems to be more and more difficult coming up here every Sunday. Það virðist vera alltaf erfiðar að koma í púlti á sunnudegi. It's tougher and tougher acts to follow. Það alltaf erfiðar að fylgja á eftir svona stórpredikurum. But God. En Guð. So we're going to start off where Hilma was sharing from in the offering. Við ætlum að byrja það sem Hilmar var að tala í fórninni. 1 Samuel 15:24. Í 1. Samúelsbók 15:24. Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. Sál mælti við Samúel, ég hef syndgað, þar að ég hef brotið boð drottins og þín fyrirmæli, en ég óttaðist fólkið og lét því af orðum þess. This is a time and age in the world where we cannot afford to fear man. Við lifum á tímum þar sem við höfum ekki efni á því að hræðast menn. We cannot afford to get caught up in woke theology. Við getum ekki látið hrífast með þessari woke kenningar. We cannot afford to come to church to have our ears tickled. Við höfum ekki efni á að koma í kirkju til að kýtla eyrun. As a body of believers, we have to desire the truth. Sem líka með trúara þá þurfum við að þrá sannleikan. For it's the truth that sets us free. Því það sannleikurinn sem setur okkur frjáls. We cannot come to please men. Við komum ekki og megum ekki bara þjóna mönnum. For in doing so we may sin. Og því að í þeim gjörðum þá syndgum við. That's what Samuel was doing. Það það sem Samúel var að segja. He was disobeying the instructions and commands of God. Sál hann var óhlýðinn við boðorð drottins. To please man. Til þess að þóknast mönnum. No. Nei. Please God. Nei, Guð. And let man know who you are in Christ. Láttu menn sjá hver þú ert í Kristi. Now is the time not to sit on the fence. Það ekki tími til að sita klófi á girðingunni. It's a time to let your yes be yes and your no be no. Þetta tími til að já já og nei nei. Let the world know who lives and dwells inside of you. Láttu heiminn vita hver býr innra með þér. You're a child of the living God. Þú ert barn hins lifandi Guðs. Chosen by him to know this great and majestic salvation in Christ. Útvalinn af honum til að læra að þekkja hans yfirnáttúrulega hjálpræði. He didn't give you a spirit of fear. Hann gaf þér ekki anda ótta. But he put power inside of you. Hann setti kraft sinn innra með þér. The same power that raised Christ from the grave. Sama kraft og reisti Kristu frá dauðum. He's living and active in you. Hann lifir í raun og veru innra með þér. Why are we seeking to praise man? Af hverju ættum við að vera þóknast mönnum? To hear well done from men. Að heyra eitthvað svona frá mönnum, vel gert. Our desire should be to hear from the Father one day, well done, good and faithful son. Þrá okkar ætti að vera svo að við heyrum frá föðurnum þegar við komum til himna, vel gert þú trú og diggi þjóð. Not the pleasing of men. Ekki þetta að reyna að þóknast mönnum. Not having our ears tickled every Sunday, otherwise I won't come back. Eða bara að kýtla eyrun, annars bara kem ég ekkert aftur. I can promise you, we're not going to tickle your ears at Smárakirkju. Ég get alveg lofa þér því að hér í Smárakirkju erum við ekki að reyna að kýtla eyrun.
We're going to preach the gospel, Við ætlum að predika fagnaðarerindi. the truth of God's word, Við ætlum að predika Guðs orð. nothing else. Ekkert annað. If something that we are preaching from here doesn't come from here, then you can come and rebuke us. Ef það eitthvað sem við erum ekki að predika hér úr púlti sem að stendur ekki í ritningunni, þá skaltu endilega koma og ávita okkur. We give you that blessing and power to come and tell us that's not right. Og við gefum þeim blessun og kraftin og leyfi til þess að koma og áminna okkur og segja, þetta bara ekki rétt. We want to see the people of God living in the fullness and the freedom that He has Við viljum established sjá and won líf for us. Guðs lifa í fullnust og í frelsinu í Kristi. He didn't pay the price by laying down His own life on the cross so that we could still live in captivity. Hann lagði ekki líf sitt niður og dó á krossi til þess að við getum lifað bara í helsi og verið bundin. We are no longer slaves to sin, Við erum ekki þrælar syndarinnar lengur. but slaves to righteousness. Við erum þrælar réttlætisins. So now we're warming up. Nú erum við aðeins að hita okkur upp bara. Let's look at Matthew 16, Við skulum kíkja á Matthew 16. kapla, 13 to 17. 13 til 17. Matthew 16, 13 to 17. Now, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, some say John the Baptist, others say Elijah, others say Jeremiah or one of the prophets. He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And he answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Þegar Jesús kom í byggði Sesaru Filippi spurði hann lærisveina sína, hvert segja menn mannssonin vera? Þeir svöruðu, sumir Jóhannes skírara, aðrir Elía, enn aðrir Jeremía eða einn af spámennunum. Hann spyr, en þér, hvert segið þið mér vera? Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Þá segir Jesús við hann, sæll ertu Símon Jóhannsson, hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur Faðir minn á himnum. Amen. Amen. So what do we see here? Hvað sjáum við hérna? First of all, Jesus is asking his disciples, "Who do people say I am?" Hann spyr fyrst, hvert segja menn mig vera? So I'm not saying don't know what people are saying about Jesus. Ég ekki að segja að þú ekki að vita hvað fólk segir Jesú. It's good to be informed. Það ágætt að hafa upplýsingar. It's good to know who people think Jesus is. Það mjög gott að fólk viti hver Jesús It's good for you to form different opinions and have understanding Það ágætt að hafa mismunandi skoðanir og eigna skilning of the world viewpoints, frá heimsýninni. but it all changes. En þetta breytist allt saman. It becomes a very personal moment. Þetta verður mjög persónuleg stund. It moves from the general Það færist úr hinu almenna to the personal. yfir í hið persónulega. But who do you say I am? En hvert segir þú mig vera? And we are told in the Bible to be ready in and out of season to give a defense for the hope that we have in Jesus Christ. Og Biblían segir okkur að við alltaf vera ætíð viðbúin að gefa svar fyrir voninni sem býr innra með okkur. So, who is Jesus Christ to me? Hver Jesús Kristur fyrir mig? Who is Jesus Christ to you? Hver hann fyrir þér? What would your answer be? Hvað væri þitt svar? We see Simon, Við sjáum Símon, who's now Peter. sem nú kallað Pétur. You are the Christ, the Son of the living God. Þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. You are the Christ, Þú ert Kristur, the Son of the living God. sonur hins lifandi Guðs. Is that who Jesus is to us? Þetta sá sem Jesús fyrir okkur? Or is he just someone we know? Þetta bara ykkur sem okkur kunnugt Just someone we're grateful for? Ykkur sem við erum svona, þakklátt fyrir. And he takes it one step further. Og hann tekur þetta skrefi lengra. And Jesus answered him, Og Jesús svarar honum. "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Hann segir, blessaður þú ert
No, jú. Sæll ert þú Símon Jóhannesson, hold og blóð hefur ekki opinberað þetta, heldur faðir minn á himni. You will not know who Jesus is Þú munt ekki vita hver Jesús by just listening to what we tell you on a Sunday. Í gegnum það sem við erum að predika á sunnudegi. It's a personal relationship. Þetta alltaf persónulegt samfélag. You need to know him personally. Þú þarft að þekkja hann persónulega. The Father revealed to Simon Bar-Jonah who Jesus was. Faðirinn opinberaði fyrir Símoni Pétri hver Jesús The same with us. Og sama með okkur. If we are not spending time in the Word, Ef við erum ekki að eiga tíma í orðinu, if we are not spending time praying, ef við eigðum ekki tíma á bæn, if we are not spending time worshiping, að eigðum tíma að tigna og lofa hann, Sundays are wonderful. sunnudagar eru æðislegir. Don't forsake the gathering of the saints. Come along. Endilega komdu, vertu með. But that's the cherry on the cake. En það bara svona kissuberið á kökunni. If you want to enjoy the cake, Ef þú vilt njóta kökunar, go into your bedroom, þá ferð inn í svefnherbergið, close the door behind you, lokar dyrunum á eftir þér and have some one-on-one time. og hefur svona augliti til auglitis tíma með Guði. Let the potter have his way with the clay. Og leyfðu leirkerasmiðnum að höndla þig sem leir. The revelation comes when you expose yourself to his word, to him, and to the Father through the Son. Og opinberurinn kemur þegar þú opinberar þig ert berskjaldaður fram yfir honum og þá sérðu hver þú ert í föðunum og sinnum. It's one-on-one. Þetta maður og mann. In that quiet, intimate place. Bara á hljóðum og á einkastað. If we don't know the word today, Ef við þekkjum ekki orðið í dag, we get exposed. þá verðum við berskjölduð. Every wind of doctrine that comes around, we get tossed to and fro. Sérhver kenningavindur kemur og þeytir hingað og þangað. Because we don't form our lives founded on the rock, Jesus Christ. Af því að við erum ekki að móta líf okkar á klettunum Jesú Kristi. So whenever someone's giving us false teachings, we're running around. Þegar við erum að þeytast hingað og þangað og alls konar falskenningar og kennslur. It's amazing how many people go running off to these revivals. Það fullt af fólki að hleypur alltaf, já, það vakning þarna. But the revival can happen right here in your heart. Þegar vakningi getur gerst nákvæmlega hérna í hjartaðinu. It's personal. Þetta persónulegt. And God doesn't need you to fly to Canada for the Canadian Toronto Blessing Revival. Og Guð þarf ekkert að því halda að þú fljúi til Kanada í ykkur á Toronto blessun. Right here. Akkurat bara hér In og the nú. place of your own house. Á þínum einkastaði, á þínu eigin heimili. God can move. Þar getur Guð hrært sig. And transform you. Og breytt þér. He can set you on fire. Hann getur sett þig svo eldi tekin í persónu. So it's personal. Þannig að þetta persónulegt. It's not about just knowing or hearing what someone else is saying. Þetta ekki bara að heyra alltaf hvað ykkur annar að segja. We have to know him. Við þurfum að þekkja hann. When in Jesus, in John 17, Í Jóhannes 17, he's saying the high priestly prayer, þetta sem sagt bæn æðstaprestins Jesú. and he says, this is eternal life, Þetta hið eilífa líf. that you know the Father Að þú þekkir föðurinn and the one whom he has sent, og þann sem hann sendi, Jesus Christ. Jesús Krist. You need to know him. Þú þarft að þekkja hann. You need to get your feet on the solid rock. Þú þarft að setja fæturnar grundvallaðar á klettinu. How do we do this? Hvernig gerum við þetta? Spending time with him Eða tíma með honum. in his word. Í orði hans. Coming to home groups. Að koma í heimahópa. Coming to Wednesday night prayer and praise evenings. Eða koma á lofgjörastund á miðvikudagskvöldum. And in the morning, before the daylight shines, spend time with him. Og áður en sólin rís þá áttu eiga stund með honum. And if you're not very good at early mornings, Ef þú ert ekki góður á mótnana, at least do it as soon as you get up. en allavega þegar þú dröslast á fætur. I know we all have jobs, Við veit að við höfum öll vinnu að vinna.
But God did not spare the most expensive possession he had En Guð eitti ekki þeim dýrmætasta stað sem hann á, in that he gave his son for us. að hann gaf son sinn okkur. His son, Jesus Christ, laid down his glory Jesús, sonur hans, lagði niður dýrð sína to come to earth as a man, til þess að koma til jarðarinnar sem maður to go through everything that we will face og fyrir gegnum allt lífið eins og við horfumst í augu við and more, og meira til that he could buy our freedom. til þess að hann geti greitt gjaldið fyrir okkar frelsi On the cross, á krossinum. our sin, Syndir okkar, our shame, skömmin okkar, our disease, okkar sjúkdómar our inequities, og allir krankleikar okkar. he took them all, Hann tók þetta allt. not left one. Hann skildi ekkit út undan. For all who believe Fyrir hvern þann sem trúir will be saved. mun hólpin verða. All who believe will be saved. Allir sem trúa munum verða hólpnir. Not just some. Ekki bara nokkrir eða sumir. Jesus' death on the cross was enough to pay for all sin. Það sem Jesús gerði á krossinum nóg til þess að greiða fyrir alla synd. He is the way, the truth, and the life. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. There is no other way. Það engin önnur leið. He has done it all for us. Hann hefur gert þetta allt í okkar þágu. He's our ransom and our redeemer. Hann lausnargjaldið og lausnarinn. He is our life. He is our hope of glory. Hann líf okkar og hann von dýrðarinnar. In him we have everything we need for life and godliness. Í honum eigum við allt sem við þurfum til lífs og guðrækni. In him we live and breathe and have our being. Í honum lífum og hrærustuð og eigum tilveru okkar. In him we are new creations, born again. Í honum við ný sköpun, endurfædd. We have salvation. Við eigum hjálpræðið. We have life. Við eigum líf. But there's one thing En það eitt that Jesus doesn't do for us. sem að Jesús gerir ekki fyrir okkur. And he tells us in Matthew 16, Í Mattheus 16 þá segir hann okkur nákvæmlega þetta. 24 to 26. Í 24. til 27. versi. And Jesus told his disciples, Þá sagði hann lærisveinunum sínum. if anyone would come after me, Ef einhver vill fylgja mér, let him deny himself afneiti hann sjálfum sér. and take up his cross Taki krossin and follow me. og fylgi mér. There's one thing that Jesus doesn't do for us. Þetta eitt af því sem Jesús gerir ekki fyrir okkur. We have to die to self ourselves. Við þurfum að deyja sjálfinu. Jesus doesn't do that for me, for Hann you, gerir or for það ekki anyone. fyrir mig eða þig. He died to take all of our sin, Hann dó til þess að taka burt alla synd, to pay the price, greiða gjaldið, to set us free, að setja okkur frjáls blessed us with free will. og blessa okkur með frjálsum vilja. But then we have a decision to make. En þegar þú ert að ákvörðun að tökku, Do you want the fullness of God viltu fullnustu Guðs or a little bit? eða bara pingupons? The choice is ours. Valið algjörlega okkar. We can decide daily to pick up our cross, Við getum valið daglega að taka upp krossin okkar daily to deny ourselves, og afneita sjálfum okkur and daily to follow Christ. og daglega fylgja Jesú Kristi. You notice he's giving you a sequence here. Þið sjáu að hann talar í ákveðni röð hér. Deny yourself first, Fyrst þarfst að afneita sjálfum þér, then take up your cross, síðan tekur upp krossin, and then follow me. síðan fylgjiru honum. What does it mean to deny ourselves? Hvað þýðir þetta að afneita sjálfum okkur? You see, we're talking about the wide way and the narrow way the other day. Þið sjáu að við vorum að tala breiða veginn og mjóa veginn hér daginn. But the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Og réttingi segir að hliðið þröngt og vegurinn mjór og það eru fáir sem finna hann. We see what Jesus was telling us when he himself denied his own will when he was praying in the garden. Þið sjáu að þegar Jesús var á bæn í Getsemane-garðinu þá var hann að afneita sjálfum sér. Father, not my will, but your will be done. If this cup can be taken from me, great, but not my will, your will be done. Hann sagði, verði þinn vilji, ekki minn. Ef þessi bikar getur verið tekinn frá mér, þá verði svo, en verði þinn vilji en ekki minn.
So denying ourselves, it becomes not about us. Þegar við afneitum sjálfum okkur, þá fjallar þetta ekki lengur okkur. It's not about who I am, what I need. Ekki hver ég eða hvers ég þarfnast. It's about obedience. Þetta fjallar hlýðni. For obedience is greater than sacrifice. Þegar hlýðni betri en fórn. So it's about us putting ourselves and our needs to death. Þetta til að setja sjálf okkur og þarfir okkar og deyða þær. By us being put to death, so we decrease. Callum decreases every day. Og þannig að þá minkum við. Callum að minka hver dag. And Christ rises up En within me. Kristur rís og vex. Why is this so important for us? Af hverju þetta svona afar mikilvægt fyrir okkur? Hilma started off saying we were called and asked to make disciples. Hilmar nefndi þetta hér áðan að við erum kölluð til þess að búa til lærisveina. Well, first we need to be a disciple ourselves. En fyrst þurfum við sjálf að vera lærisveinar. We need to decrease. Við þurfum að minka. We need Christ in us to increase. Við þurfum að sjá Kristi okkur vaksa. And then we start to live. Og síðan út frá því lifum við. Picking up our cross daily. Tökum upp krossin daglega. Following Christ daily. Fylgjum Kristi daglega. Understanding his word so that I can stick to the narrow road. Og skiljum leiðir hans og ég geti haldið mér á mjóa veginum. And then later, og síðar, we see in Matthew 26, í Mattheus 26, verse 73, 26:73. Jesus, he's already challenged Peter here. He's told him that 3 times, you will deny me 3 times before the rooster crows 3 times. Peter's like, no, I'll go anywhere you say, Jesus. I'll go with you. Hér kemur Jesus með áskorun og skorar Pétur á hólm og segir, þú munt vera búin að afneita með 3 áður en haninn galar. En Pétur segir alltaf, nei, ég mun fylgja þér. In verse 73, he's already denied Jesus twice. Og í versi 73 þá hann þegar búin að afneita Jesú tvisvar. And after a little while, those who were standing by came to Peter and said, litlu síðar komu þeir þar stóð og sögðu við Pétur. You also are one of them, for even your speech shows that you are. Víst ertu líka einn af þeim, enda segir málfarið þitt til þín. You see, when we start to spend time with God, Þið sjáu þegar við deilum tíma með Guði, when we spend time in His Word, þegar við deilum tíma í orði hans, when we spend time in oneness with Him, þegar við eyðum tíma í einingu með honum, then we are changed. þá umbreytust við. And the way we speak, Og það sést á málfæri okkar, our fruit of our character, ávöxtur karakter okkar, the fruit of the Spirit, ávöxtur andans. that's what people start to see and experience. Það það sem fólk fyrir að sjá og upplifa. So we are sharing the good news without even speaking. Við erum að deila fagnaðaröndun á þess að tala. And this is my wife as a witness. Og kona mín vitt þetta. When I first met her, Þegar ég hitt hana fyrst, I wasn't a Christian. ég var ekki kristinn. I thought, what is wrong with this woman? Ég hugsaði bara, hvað að þessari konu eiginlega? Why is she running everywhere? Akkur hún alltaf á sífelldum löpum? Moving with purpose. Hún hefur alltaf einhvern tilgang í huga. Her office door was like an airport. Það var eins og skrifstofudyrnar voru eins og bara á einhverju flugvelli. People coming in out of day, tears crying. I'm like, whoa, what's going on here? Fólk að koma inn og út grátandi og hvað í gangi? But she loved the people. En hún elskaði fólki. She was his witness. Þegar Jesus var vitni í The henni. character of Christ flew through her life. Karakter Krists, hann flætti í gegnum líf hennar. She was different. Og hún var öðruvísi. And that's what I noticed in her. Og það var það sem ég tók eftir. That's what I want. Þetta það sem ég vil. God blessed me. Og Guð blessaði mig. God blessed me. Og Guð blessaði mig. But this is what happens. En We þetta það sem change. gerist. Við umbreytust. When we know, but who do you say that Jesus is? Þegar við vitum svarið við spurningunni, hvern segir þú mig vera? When you have that personal relationship, Þegar þú átt þetta persónulega samfélag, you know him personally, þú þekkir hann persónulega, you are changing þú ert að umbreytast from one degree of glory to the next. frá dýr til dýrðar. And we see this similarly Og hér sjáum við í líkindum in Acts 4:13. í postulasögunni And we know 4:13.
the apostles, the disciples were in the Sanhedrin. Og þeir postularnir voru þarna fyrir framan ráðið. They were being questioned and told what to do by the high priests. Og það var verið að skipa þeim fyrir hvað þeir ættu að segja og hvað þeir máttu segja af æðstuprestunum. And they stood up, they said, no, you want to tell us that it's better for us to obey you and to deny God? Og þeir eru að reyna að segja okkur að það mikilvægt að hlýða mönnum en Guði. No, we will obey God and deny you. Nei, við ætlum að hlýða Guði en ekki ykkur. And in verse 13, eventually Caiaphas stands up and said, listen, man, you're fighting these guys. If this is of God, you're going to end up fighting God. Og að lokum þá segir eitt þeirra, hann segir, heyrðu, hættum þessu. Ef þetta er Guð, þá eru við fannir að berjast gegn Guði. No. So, Þannig, the priests and high priests sat there and they looked and they said, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished and they recognized that they had been with Jesus. þegar þeir sáu djörfung Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru ólærðir leikmenn, undruðust þeir. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesú. Amen. Amen. We are changed when we are in his presence. Við umbreytustum í nærveru hans. When our minds are being renewed by the washing of the word. Þegar hugur okkar endurnýjast og endurnýjar hugafarið með þvotti orðsins. God does open heart surgery and he takes out, he says, right, you need a new heart, son. Whoop, that one's gone, here's a new one. Guð, hann lítur á okkur og segir, heyrðu, sonur minn, þú þarft nýtt hjarta. Whoop, tekið út og nýtt hjarta. And suddenly, his ways are not our ways. Allt í einu eru vegir hans, ekki okkar vegir. And our old ways start to dissipate. Og okkar gömlu vegir fara að hörfa undan. And we start to live according to his will and purpose. Og við förum að lifa eftir vilja hans og tilgang. For his glory. Fyrir dýrð hans. So deny yourselves, pick up your cross and follow Christ. Þannig afneitið sjálfum ykkur, taki upp krossin og fylgi Jesú Kristi. We are called in Matthew 5:14 to be salt and light. Í Mattheus 5:14 erum við kölluð til að vera salt og ljós. To be a lamp on a lampstand. Að vera ljós á ljósastikku. Nobody sets a lamp on light and then hides it under a bed. Og það enginn sem setur ljós og felur það síðan undir rúmi. God wants to burn in us. Guð vill setja byrðar sínar á okkur. For two purposes. Það tveir tilgangur í því. One, to burn all the chaff away. Til þess að brenna allt hismið í burtu. All the nonsense. Allt kjaftaðið. All the wrong theology. Alla ranga guðfræði. All the misunderstanding. Allan misskilning. Take it all away. Hann tekur þetta allt í burtu. And two, to burn a blaze in us, to be a light. Og hann setur ljós sitt og lætur að skína okkur að við erum lifandi. In this dark world. Í þessum myrka heimi. Now is the time. Nú tíminn. Now is the time. Nú tíminn. I heard it said by my brother. Ég heyrði þetta sagt af bróður mínum. Bragi. John 8:24. Jóhannes 8:24. I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am he, you will die in your sins. Hann sagði, ef ég var búinn að segja ykkur, þess vegna sagði ég yður að þér myndu deyja í syndum yðar ef þér trúið ekki og að ég sé sá sem ég þá munu þér deyja í syndum yðar. Amen. Amen. You see, we were doing a study of Romans yesterday. Í gær morgun þá vorum við að stúdera í Rómverjabréfinu. In Romans 5. Í Rómverjabréfinu 5. kafla. And we see they're talking about the first Adam and the second Adam. Og þar talað hinn fyrri Adam og hinn síðasta Adam. And they're telling us that all sin came into the world through one man. Og það segir að syndin kom inn í heiminn í gegnum einn mann. You know what stuck out for me? You know what stuck out for me? Vitið hvað stóð út úr fyrir mér? They didn't say one woman. Þeir sagði ekki eina konu. But we know, according to the Genesis, En við vitum að samkvæmt fyrstu Mósebók,
It was Eve that took the fruit from the tree. Þá var það Eva sem tók ávöxtinn af trénu. But Adam is the man that failed God. En það var Adam sem var maðurinn sem brást Guði. Because he should have intervened. Því að hann átti að skerast í leikinn. He should have stood up and said, snake, get away from us. Hann átti að segja, snákur, hunsaðu. Eve, you know the truth. We're not allowed to eat this fruit. Við þekkjum sannleika og við megum ekki borða þann ávöxt af þessu tré. But he stood there with a... Hann stóð þarna bara og sagði ekki orð. Nix, nothing. Sagði ekkert. He even took the fruit and ate it. Og tók jafnvel ávöxtinn og áta af sjálfur. You see, we've got to make sure Við þurfum að ganga úr skugga það that in this day and age, á þessum dögum we're not like that Adam. að við erum ekki eins og þessi Adam. We have to be like the second Adam. Við þurfum að vera eins og hinn síðasti Adam. Stand up and tell the truth. Standa upp og segja sannleika. Otherwise, people around us Annars fólk í kringum okkur are dying in their sins. að deyja í syndum sínum. We are here to make disciples. Við erum hér til þess að búa til We are lærisveina. called to be salt and light. Við erum að vera salt og ljós. We are given the mandate and mission Okkur gefin verkskipun og trúbó og kristnibóðskipunin to go and make disciples. til þess að fara út og gera þjóðir að We are lærisveina. given the mission to be Christ ambassadors. Við erum sendiherrar eða erindrekar Guðs. We are giving the ministry of reconciliation. Okkur boðuð þjónusta sáttargjörðarinnar. And though Christ is with us always to the very end of the age, Og Kristur með okkur allt til enda veraldar. we're not to do it alone, Þá erum við aldrei einsumil í að gera þetta. but we have the resurrected power, En við höfum upprissu kraftin. the Lord Jesus Christ, Drottin Jesú Krist living in us, lifir í okkur. and we are called to be his witnesses. Og við erum kölluð til þess að vera vitnisburður fyrir hann. Salt and light, Salt og ljós. but we have to know him. En við þurfum að þekkja hann. Who is he to me? Hver hann fyrir mig? But who do you say I am? En hvert segir þú mig vera? You need to know him personally today. Þú þarft að þekkja hann persónlega í dag. It's no longer any beneficial waiting. Það engin hagur af því að bíða. There's time for me to study the word. Það tími fyrir mig að rannsaka og nema orðið. We don't even know the times and the signs. Við þekkjum ekki alltaf tíður og tíma. Only the Father knows. Aðeins Faðirinn veit. We have today, Við höfum í dag. and today we can make a choice Í dag getum við gert okkar val. to read the word, Að lesa orðið, to have a personal relationship with að eiga Jesus, persónulegt samfélag við Jesú and to be his witness. og vera vitnisburður hans. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen.